Allt fyrir nýja lífstílinn. LKL í Netto. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Við erum stödd í nýju glæsilegu hjúkrunarheimili á Nesvöllum í Reykjanesbæ og við ætlum að verja stórum hluta þáttarins þar. Nýtt og glæsilegt hjúkrunarheimili að Nesvöllum í Reykjanesbæ var formlega tekið í notkun 14. mars síðastliðinn. Í heimilinu eru 60 herbergi á 3 hæðum, nýtískulegt og staðfært að þörfum nútímans. Byggingakostnaður var 1470 milljónir en kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 1550. Við hönnun hjúkrunarheimilisins var lögð áhersla á litlar hjúkrunareiningar með rúmgóðu einkarými fyrir hvern og einn, auk sameiginlegs rýmis fyrir íbúa og starfsfólk, hverrar einingar með eldunaraðstöðu, borðstofu og dagstofu. Byggingin er 4350 fermetrar að grunnfleti og tengist þjónustumiðstöð og öryggis íbúðum á Nesvöllum en sá kjarni var opnaður árið 2004. Byggingin er í eigu Reykjanesbæjar en byggingakostnaður er fjármagnað með lánu frá Íbúðalánasjóði. Samningu við ríkið er þannig að ríkissjóður mun greiða mánaðarlega leigu til Reykjanesbæjar sem stendur undir fjármagnskostnaði og rekstrarkostnaði hússins. Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra segir mikla þróun hafa átt sér stað í öldrunarþjónustu og að Nesvellir séu glæsilegt hjúkrunarheimili. Ég bara leyfi mér að samfagna með Suðurnesjamönnum þessu glæsilega áfanga í öldrunarmálum hér á svæðinu. Þetta er mikil bygging, afar skemmtileg og greinilega mikil ánægja með þetta hér í dag og að sjálfsögðu gleðst maður og ber mikla vonir til þess að þetta muni gagnast vel og verða öllum til gleði og ánægju. Við opnunina var greint frá niðurstöðum í nafnasamkeppni en 6 deildir heimilisins fá allar nöfn sem enda á Vík en þær heita Bergvík, Fagravík, Fuglavík, Hraunsvík, Selvík og Sandvík. Í dagskrá við formlega opnun afhendi Árni Sigfússon bæjarstjóri Reykjanesbæjar forráðamönnum sjómannadagsráðs eiganda Hrafnistuheimilanna sem bæjarfélagið samdi við reksturinn lykilinn að heimilinu. Hrönn Ljótsdóttir, forstöðukona, er afar ánægð hvernig til hefur tekist. Hrönn, þetta er glæsilegt heimili hérna, en erum við að tala aðra hugmyndafræði hérna heldur en hefur þekkst almennt á hjúkrunarheimilum? Já, við erum að gera það sama og við gerðum á Hrafnistu í Kópavogi þegar við opnuðum þar fyrir 4 árum í svona fallegu og glæsilegu nýju húsnæði. Það ákvaðum við að fara með þetta svolítið lengra og annað í aðra átt heldur en svona hefðbundin hjúkrunarheimili er að gera. Við leggjum mjög mikla áherslu á þátttöku íbúa í bara daglegu lífi. Að morgunverðurinn er framreiddur hér bara svona frá 6 á morgnana til 11 á daginn. Það er borða saman starfsmenn og íbúar og hér ganga starfsmenn ekki í hefðbundnum sjúkrahúsfatnaði, heldur sínum eigin fatnaði. Við erum með svipaða mönnun á morgnana og kvöldin og helgar. Þannig við erum að fara út úr þessu svona regluverki sem er svona á spítölunum og hefur mikið, hjúkrunarheimilin hafa mikið unnið eftir því en við viljum að hafa þetta bara eins og heima hjá okkur. Dagurinn er misjafn, við erum misupplögð og til í að gera misjafna hluti. Þannig að við leitum mikið eftir því við íbúana hér, hvernig þeir eru vanir að hafa lífsitt og gangdagsins og við vinnum á heimili fólksins, það býr ekki á vinnustanum okkar. Það er kannski svona megin áherslu munurinn. Það er vel árið komist. Hvernig er svona almennt ástand þessa fólks sem er að flytja hingað inn? Flestir sem flytja á hjúkrunarheimili í dag eru orðin mjög lastnir. Það er bara þannig að til þess að komast inn á hjúkrunarheimili, fá til þess mat hjá færni og heilsunefnd, þá ertu orðin töluvert mikið veikur. En það er ekki þar með sagt að þú getur ekki tekið þátt í lífinu. En að taka þátt í daglegu lífi getur bara til dæmis falist í því að heyra þvottavélina vinda, skarkalan í eldhúsinu. Þess vegna erum við með allt hérna opið, af því að þetta er bara svona gangur dagsins sem fer fram bara við hliðina á þér þó þú sért orðin mikið veikur. Leggst þetta vel í þig?
Ég gerði þetta fyrir 4 árum í Kópavogi og gengið ótrúlega vel og ég og starfsmenn Hrafnistu margir komið með reynsluna það. Þannig að við bara gerum þetta eins vel og við getum. Og líst þér vel á svona heildar konsepti ef við getum orðað svo Nesvelli? Já, þetta er náttúrulega alveg í anda Hrafnistu að hafa saman þjónustumiðstöð íbúðir fyrir aldraða og hjúkrunarheimili. Það var svona styður hvor við hvern annan. Það er akkurat það sem Hrafnista leggur til í sínum stöðrum á sínum heimilum og þetta passa mjög vel inn í það. Hvað er þetta margir dvalargestur og hvað er þetta mikið starfsfólk? Já, sko, íbúarnir hérna á Nesvöllum eru 60. Það er svona þumalputtaregla, það er kannski svona 1 starfsmaður á hvern íbúa þá er ég að tala um allt sem koma að launamálum og bara eldhúsvonum og öllu. Sem deilast auðvitað niður því að fólk er kannski fæstir í 100% stöðu. Þannig að þetta er stórvinnustöður, ég er ekki alveg með nákvæma starfsmannatölu en þá. Hvernig er það, þú veist, hér eru dvalagestir, það er einungis einn á hverju herbyggi, þekkist það eitthvað að hjón séu jafnvel saman? Sko já, við erum með þannig hjá okkur að það er möguleiki að opna milli á 2 rýmum eða herbergjum á hverju einingu og þá getum við sem sagt haft hjón og opna á milli. Það er ekki búið að opna, það var ákveðið að gera það bara eftir þörfum. En það líka fólkið okkar, það býr hér á sinni íbúð. Það koma allir með sér handklæða sín, þvottapokana, naglaklippurnar sínar, gardínurnar sínar, allt til að skapa bara þitt heimili. Og þú ræður ríkjum inn á þínu herbergi, þinni íbúð. Við segjum gjarnan, þetta er eins og að flytja bara í litla íbúð í Breiðholtinu. Þú bara átt þetta heimili og ræðið þar. Fyrstu íbúarnir fluttu inn strax eftir formlega opnun og ríkti mikil ánægja meðal vistmanna og ættingja þeirra. Árni Sigfússon, bæjarstjóri, segir að í hugmyndavinnu bæjarstjórnar sem fyrst var kynnt á íbúafundum fyrir 10 árum síðan hafi verið kynnt framtíðarsýn að byggja eitt þjónustusvæði í þágu aldraðara í miðjum bænum. Þjónustumiðstöð sem skildi hýsa margvíslega félagsaðstöðu, hádegisveitingar, miðstöð heimaþjónustu og dagvist ásamt fleiru. Þjónustumiðstöðin yrði samtengt öryggisíbúðum og íbúðum í hjúkrunarheimili en göngufæri væri í leiguíbúðir og þjónustuíbúðir sem öldruðum myndi bjóðast. Hort var til verslana og þjónustukjarna við Krossmóa í næsta nágrenni. Árni segir þetta markmið hafa gengið eftir og er mjög sáttur hvernig til hefur tekist á áratug. Árni, þetta stór stund fyrir þig og Suðurnesjamenn alla. Já, fyrir alla Suðurnesjamenn. Bara frábær tíma ná þessu í gegn. Vera hér með þetta 60 rúma heimili og reyndar, ég var nú að rifja það upp að það eru komið 90 hjúkrunarpláss á síðustu 10 árum hérna í Reykjanesbæ og það hlýtur nú að teljast bara ánægjulegt. Talandi það, hvaða vanda leysir þetta? Erum við ennþá með eitthvað biðlista eftir þessum rýmum? Já, það er alltaf einhver biðlisti en þetta tekur náttúrulega af stóran hluta. Við höfum reyndar á þessum 10 árum verið að ná inn fleiri rúmum. Byrjum á því að taka Hlíðavang sem var dvalarheimili og gera það hjúkrunarheimili, þannig að þar hafa bæst við rými og svo sömdum við í tengslum við þessa byggingu að fá inn 25 ný rými, þannig að þetta er svona smám saman að koma. Ég myndi segja að við þurfum að halda áfram og var nú að halda ræðu yfir ráðherranum það að það væri ástæða til að halda áfram en það er reyndar víða kallað eftir fleiri hjúkrunarplássum. Heimaþjónustan okkar er mjög vönduð þannig að við getum líka stillt henni betur saman og þá örugglega náum við þessu vel saman. Þú horfir hérna yfir Nesvellina, þetta er búið að vera 10 ára uppbygging. Hvað er svona... Hvað er þetta svona efst í huga? Ég er bara reyndar, ég held að vona við séum öll alveg gríðarlega stolt og ánægð og reyndar menn vita nú að ég nú svona frekar óþolinmóður vil láta hlutina gerast en þegar ég horfi myndi yfir 10 ára tímabil frá því við einmitt 2004 setjum þessa framtíðarsýn fram að byggja hérna í bænum okkar, í miðjum bænum okkar þessa aðstöðu þjónustuíbúðir, þjónustumiðstöðina með öllu því sem hún býður, öryggisíbúðir, leiguíbúðir og síðan hjúkrunarheimili að við skulum í raun og vera búin að ná þessu í gegnum kreppu og hörmungar á 10 árum að byggja þessa frábæra aðstöðu við hljótum að vera afar stolt. Já, þú nefnir kreppuna, þetta hlýtur að hafa gengið á ýmsu,
með hana á bakinu? Já, í raun og veru þetta hjúkrunarheimili fer ekki af stað fyrir en eftir þann tíma en fram að því höfðum við náð að byggja upp alla aðra gerð í kringum hjúkrunarheimilið eins og okkar stóra þjónustumiðstöð og þær íbúðir sem að menn fór af stað með hér fyrir hrun. Og síðan hvað varðar reksturinn og fleiri svona praktísk mál, ertu ánægð með hvernig það hefur gengið? Já, ég er mjög ánægð með það. Við settum fram áætlun 1550 milljónir sem að þetta myndi kosta. Við erum undir 1500 milljónum í kostnaði, þannig að það er mjög ánægilegt að við skulum standa svona vel kostnaðar áætlun. Reksturinn sjálfur er núna á höndum Hrafnistu sem er alltaf, menn segja, rollsinn í þessum geira og góðir samningar við Hrafnistu, þannig að ég trúi ekki öðru en að þetta muni allt ganga mjög vel upp hjá okkur. Ríki borgar hvað 85%, hvernig kemur Reykjanesbær og sveitafélögin sem eru saman í DS, dvalarheimilum aldraða á Suðurnesjum inn í þetta mál? Nú gerði ríkið okkur það í upphafi að Reykjanesbær yrði að bera ábyrgð á þessari byggingu, þannig að sveitafélögin hin koma ekki að ábyrgð á þessari byggingu. En það er ríkið sem að setur upp miðað við þennan stoppkostnað, að þá setur ríkið upp leigugreiðslu til okkar sem að standa þá undir þeim lánum sem að þarf að taka fyrir þessu. Þannig að það dæmi er svo ánægilegt að gengur ágætlega upp. Þannig að fjárhagsliðin er það eitthvað sem að bæjarfélagið þarf að hafa áhyggjur af? Nei, við hins vegar sögðum að ef það væri gert ráð fyrir taprekstri fyrstu 3 árin, það er reyndar víða taprekstur á hjúkrunarheimilum, en ef það væri gert ráð fyrir taprekstri þá værum við tilbúin að koma inn í það að einhverjum hluta og þannig eru okkar samningar, en það er mjög óverulegt, þannig að við teljum og líka miðað við hvernig Hrafnistu módelið er og hversu vel þau þekkja til reksturs, að það séu mjög litla líkur og að það komi í raun og veru til. Og það breytingar á Hlévangi líka samfara þessari opnun hér á Nesvöllum? Já, í raun semur Hrafnista þá að taka yfir rekstur Hlévangs og það í gegnum DS, en svo eru menn líka að tala ákveðna breytingar í því húsnæði því að nú mötuneytið allt hér, við vorum tilbúin með eldhús hérna niðri og í þjónustumiðstöðinni og þannig að þegar að það tekur yfir að þá hægt að gera skemmtilega breytingar á Hlévangi, ekkert miklar en þær eru svona til þess að auka rými og bæta aðstöðu og við ætlum að gera það. Óskum íbúum til hamingju með nýtt heimili að Nesvöllum. Rafholt, framúrskarandi fyrirtæki 2013. Óskum íbúum til hamingju með nýtt heimili að Nesvöllum. THG Arkitektar, Blikksmíði EHF, Verkfræðistofa Suðurnesja, Kraftlagnir EHF, Rafmiðstöðin, Ískraft. Óskum íbúum til hamingju með nýtt heimili að Nesvöllum. Tækniþjónusta SA EHF, Kjaran, gólfefni og skrifstofutæki, Þarfaþing HF, Securitas, Benni Pípari EHF, Grjótgarðar EHF. Óskum íbúum til hamingju með nýtt heimili að Nesvöllum. Mannvitt, Jóð málingarþjónusta, Bíkó, Vélsmiðja Konráðs Jónssonar SF.